Já, verið velkomin í Close Friends Þáttur 9 Wow, huge Bruh. Hvað, nota eitthvað annan taka þarna? Góður strákur. Ég heyr ekki sko Oh my god. Ok, þetta er komið gott. Hvað er komið gott? Þetta Intro? lag. Já, samanlega. Og þetta hljóð líka. Já. Við þurfum að jarða þetta hljóð. Hvaða hljóð var þetta? Strákar, við þurfum að byrja hratt, ég er með endursta punktum Ok. og við erum að fara í edduna eftir smá Wow og vonandi eru við að fara að koma Þetta var hirtu með sigurinn. Ekki lengur low-key flex, þetta er bara high-key flex Já. Nei, þetta er ekki svona einhver flex, þetta er bara reality. Líka, ástæðan sko fyrir að ég er klæddur eins og ég sé eitthvað mjög vafasamur aðlega hérna, er að því við erum að fara á edduna og ég vil ekki svitna í jakkan, þannig að Já. þú veist, bear with me guys, ég er ekki einhver típa hérna sko. Þannig að þið eru bara að hlusta akkur núna og er að spá hvernig vídeo er sko, mæli ég með að checka inn sko, það er hotboy alert í hvítum nærbóli hérna, Davíð sko. Ekki bara einn, þetta er tveir Já, ég mitt. Það er bara hann sko. Herru, ég vindum okkur í þetta, strákar. Ég verði eiginlega sko, oh my god, það er svo mikið hérna sko. Ég veit ekki hvað ég á að byrja sko. Byrja bara á bruninni Já, ok, herru, vístu að Eddan er á leiðinni, þá langar mér að tala það var svona, ég var boðinn í svona að mæta til að sækja tilnefninguna þína. Já. Sérstu að þú sækir svona blað, eitthvað svona formál blað sem segir þú ert tilnefndur til Eddunar. Ég mitt. Og það var í moment hana, ég mæti hana og bara fylgdi eitthvað liðið hana, hitti Binna, Glí og eitthvað, hilsa bara hann og spjallaði sko. Og svo er ég að sækja bréfið og svo allt í hennu kemur Steindi Junior bara blessa maður til hamingju. Ég fraus. Já. Ég fraus. Starstruck. Já. Líka, Hann, sko síðast ég hitt hann var með þér í Hveragerði, hann bara kom að hilsaði og spjallaði við okkur sko og var bara eitthvað get nice og ég var líka alveg stressað þá en það var svona meira casual eitthvað, þannig maður gæti spjallað eðlilega en ég var svona stressaður. En þarna kom bara blessa maður, tók hendina á mér og ég bara hæ, takk. Steindi er líka sko, hann er á öðru leveli svona stór og frægur og bara svona á svo stóran stað í hjartaninu. 100%, hann er líka bara búinn að búa til bestu sketsana á öllu Íslandi í mörg ár. Já, munið þegar hann droppaði fyrsta þættinum. Huge. Steindin okkar. Huge. Ég skil ekki akkur þeir voru cancelaðir. Fyrir mér þetta átti að vera bara öll ár alltaf sko. Eiginlega sko. Lögin líka, öll lögin sem hann gerði voru bara hittar. Já, þau eru öll bara með 100.000 áhorfa á YouTube og þannig sko. Já, Það er eina sem ég horfði á Kom YouTube. sá og sigraði Hver var það hann sem var að labba hennar niður? Valtý Björn. Já. Valtý Björn? Valtý Björn, legend in the football game sko. Þetta var ég labba á mótunum, það var svo ógeðslega dimmt hann þegar labbar niðri Við sem tókum bæði bara góðan blessaðan, horfum okkur annan, eitthvað svona Ég vissi ekki alveg hvað það var Já. Svo snýri við, svona kíka hvað það var Ég visti við stöðunum, og sé hann er líka nú sem við að kíka hvað það var Er eitthvað svona, Hver var þetta? Þú varst bara, hvað gaur er þetta? Og hann bara, hvað ógæðist ég gaur er þetta? Já, hitta fræðafólki er alveg svolítið magna sko. Já, respekt á Valtý og respekt á Steindamæður. En það er ekki öll sagan, það er ekki meira sem gerast þarna. Sko, Þeir eiginlega fóru í ekki. sleik Já, nei, málega, mér langar eiginlega bara að fylgjast eftir með, veist, þetta er eiginlega bara snættir, þetta er ekki að merkilegt. En, þú veist, ég hugsaði bara, vá, ég er svo stressaður, skilju, og svo kom Öddi Blö eitthvað bara stuttu seinna og ég eitthvað svona horfði á hann og ég bara, ég er fraus aftur og hann eitthvað svona, hæ, og ég bara svona, hæ, horfði bara niður. Skilju, ég bara svona, þessi gaurar eru iconic. Inn í þér varst þú bara, ég elska þig og ég hef elskað þig í 10 ár. Fucking 70 mínútur var eina Já. skemmtilega sjónvarpið í fucking alla æskuna mína. Nákvæmlega. Þú veist, ég elska þessa gaura. Já. Og málið er að ég náttúrulega hugst tilbaka bara, fuck, ég átt að fucking óska, ég held bara að Steindi var að halda eventin, ég held að hann væri bara host eða eitthvað. Það er svona væri hann að það. En auðvitað hann líka tilnefndur. Hann er tilnefndur fyrir stóra sviði. Og ég alveg núna bara, Alex, fáið þinn, okkur sagði ekki fucking sumulegis, okkur þurftur að vera svona fucking mikið aumingi og bara gleyma hvað það segja og vera bara panika, skilju. Já. Erum við ekki að segja til hamingju allir kvöld bara sem hittum það? Jú, auðvitað. Ég held að það sé bara góð regla, Ég ætla að taka, sko, þegar þú vinnur, ég ætla að taka allt krediti fyrir það, sko Án grín, sko, fyrsta stæring í TV hjá mér tíu mín eða eitthvað og ég tek edduna Já, huge. Þakka mömmur, þakka Sælir, pappa og engum öðrum Skál fyrir því. Já. Hvernig ætti ræðan að vera ef ég skildi vinna, strákar? Ég segi hendum dragustæði í gang og fyrir bara að dansa Akkur þarf það að segja eitthvað, en enginn hlusta á þetta, sko Nei, satt, en mér líður samt eins og þetta er tækifæri til að koma góðu skilabóðum hana. Mér langar Já. líka, sko, ég veit, þetta er svo dramatísk, sko, við erum að halda þetta podcast skemmtilegt, sko. Vá, ég er alveg stressað að segja þetta. Veistu, mér langar að tala Josh, sko. Ég er bara svona, þú veist, mér langar að fara þangað, sko. Mér langar að segja bara, þú veist, að tributið til hann, skilur, út af því að, veist, hann alltaf dó, skilur, þegar, síðustu tökurnar voru á síðast þættinum, sko.
og ég held bara svona, þú veist, ef það eitthvað og ég veit líka bara fóreldrans myndu elska ég bara svona, ef það eitthvað fallegt til að gera í þessum aðstæðum þá væri það til þess að gera eitthvað svona skilur fyrir þá sem að hlusta og veit ekki það var Josh Newman, vinur minn frá Ameríku sem dó í flugslysi í Þingvallavatni í febrúar á síðasta ári og þetta var alveg hörmulegt sko, þetta er bara erfiðast sem ég geng gegnum sko, þannig ég er svona mér líður eins og þetta moment geti verið ógeðslega fallegt fyrir kannski fóreldrans, I don't know maður, ég er bara svona, ég er búin að geta með þetta sko. Og þau líka? Já, einmitt. En já, þetta náttúrulega, þetta hrapaði þegar þú varst að fara sjálfur til London og hoppa á flugvél. Algjörlega sko. Sem crazy. Það það sko. Það var alveg mjög skrítið allt saman sko. Já, ég man þegar þú hringdir í mig fyrst að segja mér þetta var svo fucking grillað sko. Já, ég fucking hringdi í. Man áttast ekki á þessu, þetta sé eitthvað svona. Ég blakkaði út sko, ég hringdi í alveg nokkra vinni sem ég vissi að þekktu Josh sko, eða eitthvað þannig, en ég bara svona, ég þurfti að tala við einhvern sko, í rauninni þurfti ekki að tala, ég hringdi bara í marga mismunandi aðila til að fucking hágráta. Ég bara svona, aldrei gráta ég hart aðeins sem fullorðinn maður sko, það var alveg fucking intense. Anyways, til að halda þessu á léttum nótum með það sko, þá En samt takk fyrir að tala um þetta. Já, ok, þú veist, ég hugsa bara ef það eitthvað moment, en svo líka vil ég bara, þú veist, ok, ég gef hún spáði þessu, sorry, ég að taka mjög mikið tíma að ná þessu, en anyways, svo hugsa ég líka bara, mér langar líka að tala við ungu strákun sem lemmi hvort hann í bæ. Ég var þannig, já maður, og ég bara svona, hei, ég var líka þar eins og en núna í dag ég mögulega að fá edduna, þú veist, ég hætti að lemja fólk og fór að fucking æfa einhverja íþróttir, skilji, það hjálpaði mér, skilji, mér langar að koma þeim skilabúðum, skilji. Ég er með input í þetta, sko, ég var í Kringlunni í gær að versla mér átíð fyrir í kvöldi. Og þú lamin? Ég var lamin af 20-11 ára strákum og Einn stungir í bakið. Stungir með skrúi hérna í bakið, en í alvörinni, það voru 4 strákar, allir bara tiny litli strákar, bara litlir, bara, þú veist, ég veit ekki, 10 til kannski 13 ára eða eitthvað og þeir voru með ski masks, með skíðagrímur og í úlpum og eitthvað svona, þeir voru greinilega að fá einhvern innblástur úr svona UK Sorry, ég er að hoppa, ég held að pítsan sé komin. Allt ekki, og þú veist, mér leið bara svona og þeir voru að tala óksla, þeir voru svona að þú veist, Alex, þú verður að vera með þessu umræðu, sko, því að þetta er svo mikilvægt, en það sem ég sá svo í þessu var að, þú veist, þeir voru svo reiðir. Það var svo mikið reiði með, þeir voru að segja svo mikið svona, já, guð, við ætlum bara að fara að jumpa þennan og eitthvað þannig. Og maður var bara inn í Kringlunni og maður bara svona, shit maður, þú veist, hvar var maður þegar maður var 13 ára? Maður var að leika sem með, þú veist, maður var líka við bara í byssuleik, sko. Já, þú varst bara í Nerf Ég var í Nerf og ég var að spila GTA og ég var bara Þú veist, langaði ekkert, færði ekki the urge að sparki krakkana bara? Alls ekki, sko, mér langar að taka utan á það frekar. Fuck. Þú veist, þetta er svo leiðilegt, af því að, þú veist, Good guy, sko. Ég sé svona krakka, þá langar mér smá bara, þú veist, bara taka smá svona undercut á lappinu og svona. Já. Bara bodyslam á. Semmi, sko. Já, ég veit ekki, mér finnst það svo leiðilegt, sko, af því að, þú veist, mér langar að segja þau bara, hei strákar, akkur eru þið ekki bara að njóta þess að vera svona ungir og bara vera með strákunum í, þú veist, út í skógi að fucking búa til að larpa eða eitthvað, skilur, ekki vera með skíðagrímur inn í Kringlunni og örgulega hníf inn á ykkur. Já, einmitt. Þú veist, hvar kemur þessi hræðsla, hvar kemur þessi þörf til að þurfa að einhvern veginn sína þessa orku gagnvart öðrum, skilur. Þetta er ekki sendur að sé bara I can't be homophobic, my bitch is gay. Nákvæmlega. Þetta er bara þessi rappmenning. Mér finnst það leiðilegt, sko. Það þarf að taka betur utan þessa strákar, sko. Nei, ég bara, málega, ég líka af öllum, ég veit hvar þeir eru, því ég var svona. Ég veit þetta svo vel. Þeir eru bara svo ungir í dag, þeir eru svo ungir. Mér langst að vita, það er stutt í þetta, það er bara 2 tímar eða eitthvað. Ertu minna? Ertu, þú veist, hvað ætlar að taka? Mér langar að vita meira, hvað ætlar að tala um? Ertu búin að ákveða það? Nei, sko, to be honest, ég vil ekki bara rúlla með það. Það kemur bara þegar það kemur, eða ekki? Það er líka bara strákar, þeir eru að ganga út þegar ég muni vinna, skilu. Ég er ennþá þar að bara... Manifestation boy. Við erum að gera það, við erum að manifesta þetta, sko. Strákar, þeir eru að gera mig svo stressaðan. Ég væri með niðurgangi, ég verður þú, sko. Ég myndi... Það er líka bara, ég veit ég verð fyrir vonbrigðum ef ég tapa, sem er svo leiðilegt, sko. Og við líka verðum eitthvað svona, þetta er allt í lagi, bro, þetta er allt í lagi. Já, það er svo umlega bara, Gaur, þú varst samt með bestu þættina. Þú hefur átt að vinna það, sko. Fyrir mér ertu búin að vinna, sko. Sama hvort þú fær byggarinn í kvöld eða Já, mér líður eiginlega þannig líka, út af því að þetta er fyrsti þátt sem ég geri og það fekk strax tilnefningu, það er alveg hjút. Og það rann líka upp fyrir mér áðan, bara svona, þetta er hjút að fá tilnefningu. Mér líður sko þess að fólk veit ekki einu sinni, venjulegt fólk sem er ekkert mikið að pæla í þessu. Næstu ég, sko, ég sá stóri á Binni Glíu og fengið tilnefningu frá Edduna, mér leið bara svona unni Edduna, sko. Þú veist, ég held að fólk sé bara þannig, bara hann vann eitthvað Eddudótt. Hann er líka að fá tilnefningu í fyrsta skipti. Ég veit, en ég áttum ekki að munum tilnefning og að vinna bara, skilur. Þetta er í rauninni það sama, þetta er bara, þú veist, að verður að komast ein niðurstaða á eitthvað, en í rauninni er þetta allt sigurvegarar sem eru tilnefndir. Já. Það eru allir sigurvegarar. Ég tók þetta á hann í bingóinu, sko. Þetta er sko, participation trophy.
Oh my god, Ég alveg að þetta verður eitthvað maður, ég veit ekki, ég svo fucking stressað sko, ég núna alveg bara, því meira sem ég tala þetta við ykkur og því stittra þessi líður að þessu, það því stressaður ég verða. Það eitt sem ég get sagt go with the heart, man. Follow the heart. Já. Leið hjartanum ráða. Já. Ok, mér langar að taka bara Twitter-hóðinni, af því við gerum það yfirleitt alltaf snemma í þáttunum og það svona coverar helviti mikið. Og það eitthvað ell hjá okkur eða ekki? Jú, ok, fyrsta ellið okkar í langan tíma og ég er að senda þér merki Arnar, producer, þú mátt púla þetta upp þú getur. Arnar ekki komað mynda þér? Vil ég pítsu? Nei, ég góður. Þú ert að vinna með hana? Veit það ekki alveg, ég man ekki hvað ég panna. Nei, ég er þessi góður. Ok, sko, strákar, Hogwarts Legacy. Það er komin upp fyrst hérna. Hvað er þetta þarna? Arnar, þú verður að leiða mér að klára. Hogwarts Legacy, sorry. Þú verður að leiða mér að klára. Ásta gott. Strákar, en að hætta að tala um pítsuna. Það er alltaf saman ykkur á pítsu, sko. Já. Ok, Hogwarts Legacy, geti eitthvað verið mikilvægur ef hérna. Nei. Ok, við erum að fá sokk hérna, sko. Nei! Ok, í fyrsta mánuðin í Hogwarts Legacy voru 79.000 spilendur. Núna mánuðið setna eru bara 75.000. Þetta er bara minkum 90% spilararnir. Wow. Nei, ég trúi þess ekki. Segð mér þessu tölu aftur, ég þarf að heyra þetta aftur. Ok, 900.000, Já. 75.000. 900.000 niður í 75? Já. Besti leikur ever, sko. Þetta er að brota alla sögubækur. Ok, þannig að þetta er ekki að halda við. Núna heyrir ekki í mér, sko. Nei, sko, ég held að bara allir séu búin með leikinn og séu bara moving on, sko. Já, ég held að sé bara það. Já. Leikur er einstaklega skeggjaður, þetta er bara, hann er búinn. 100% skeggjaður. Ok. En samt, þó þetta sé ell fyrir okkur, in the long run, þá er þetta samt, þú veist, nei, þetta er short term ell fyrir okkur, þá er þetta win fyrir okkur long term, að þessi leikur var geðveikur og ég er búinn að fá staðfest frá hlustendum þáttarunum að þeir elska Hogwarts Legacy og að þeir við tölum um Harry Potter. Já. Gauður, ég er búinn að fá akkurat öfugt, sko. Jó, viss. Arnótt fekk líka message, senda hann einhver message, það er einhver gæla voru drullið við Harry Potter. Í alvörinni? Já, mér finnst þið, sko. Já, ok. Bara Guð blessi hana, sko. Við bara tökum á mótinni þegar við kemum tilbaka. Hún var ekkert drullið með Harry Potter, hún var að tala um umræðefnið, hún bara... Næsta, takk. Já, sem er, einmitt. Ok. Sem ég skil hana, sko. Já, þú tengir. Ok, næsta tweet, og þetta er eiginlega bara svona stærra umræðefni. Hér erum við segast að sjá þegar OpenAI var að kynna ChatGPT 4 og það er segast uppfærslan á ChatGPT. Fyrir þá sem ekki vita, þá ChatGPT bara svona allsherjar leitarvél og gervigreind sem getur gert nánast bara hvað sem er fyrir þig. Þú getur skrifað texta, beðin að skrifa ritgerð fyrir þig, beðin að leysa starffræðivandamál, þú getur gert allt. Og ég ætla að koma með smá input. ChatGPT 3 gerði náttúrulega, er rauninni búin að gera garðinfræðin. Þetta er bara, það er búin alls konar controversy kringum þetta á því að fólk í skóla er búin að láta búið til ritgerðir fyrir sig, við tölum um þetta í þáttum áður. Þannig að nú er búið að uppfæra það og það braut svolítið leikinn. Já, og ekki bara uppfæra, það er búið að uppfæra þetta svona 100-falt. Þetta er alveg bara svona 100 sinnum hraðara. Núna getur þú sett myndir inn í þetta og ChatGPT getur svona sagt bara já, þetta er mynd af hesti og það er blaðra og myndin er fyndin af því að þetta. Hún er að svona rökstyðja af hverju hlutir er einhvern veginn á ljósmyndum okkar þannig. Þú getur tekið próf, eins og læknapróf, biology próf í Bandaríkjunum sem bara svona standard fyrir að komast inn í læknisfræðinám og GPT-4 kemst í 99%, efstu 1% í því. Það er ótrúlegt. Nú fyrst sem er sturlun. Þú veist, það er ógeðslega flóknar spurningar á blaði sem það bara, og hann getur bara skrifað fullkomið svar. Já. Og þú veist, núna er Duolingo og Morgan Stanley, þetta eru svona risastór fyrirtæki. Duolingo er svona tungumálaforrit. Þeir eru að nota þetta sem svona, þú veist, þjálfunarróbot til að tala við nemendurna sína. Þú getur tala við ChatGPT á spænsku og hún talar tilbaka til þín eins og bara manneskja og kennir þér tungumál. Þannig að það er svo mikið að gerast í þessu og bankar eru að nota þetta bara. Og er ekki líka eitt merkilegt fakt að íslenskan er fyrsta tungumálið? Jú, sem að maður þarf að taka því með fyrirvara sko, því ég prófaði þetta á íslensku, þetta er ekkert eitthvað það gott. Já, ég prófaði þetta samt og það virkar þetta er mjög gott, þú veist, fyrir ákveðnu hluti, en íslenskan er bara svo ógeðslega erfið og þú veist, það er bara, þú veist, það hlýtur að vera að virki ekki alltaf perfekt alltaf sko. Strákar, þannig að ég var búið til að Media Kit hjá okkur, ChatGPT. Í alvörinni? Ég þurfti aðeins að fiffa það bara. Ég var að gera businessplan líka og ég gerði bara ChatGPT, bara hvaða litur ég nota, hvað á þetta heita og ég nefndi bara allt ChatGPT. Ég gerði á íslensku. Þetta er bara, þú þarfst bara að orða þetta rétt í rauninni, en þetta kemur auðvitað mjög mikið skrifað. En eitt er náttúrulega, við erum Elon menn, möskarinn, hann
hann donateaði 10 milljónum held ég correct me if I'm wrong til OpenAI þess fyrirtækis og þetta var donation og þetta átti að vera Var ekki meira, var ekki 100 milljónir annarkvort ég man allan að byrja allan að saman hvað var skiljast þetta var hann donateaði þetta var svona charity þetta var OpenAI þetta var alla þetta non-bias Nei 10 milljónir lítur að þú donatear ekki 100 mill held ég en já skiptir ekki máli allan já OpenAI segir sér sjálft skilur fyrir alla og svo núna hann brjálaður út af því að núna Microsoft búin að kaupa þetta og þeir að rukka og hann bara peningurum minn fór í charity út af því að þetta hafa þetta fyrir alla og þetta var ekki þú veist að googla Trump og kemur vond og googla Biden kemur gott En voru ekki Microsoft voru búin að fjárfesta veit ég í þessu early sko þannig að þeir áttu vissa próst í þessu á undan en það er svo galið að þú fara að rukka fyrir eitthvað svona charity shit Elon Musk donateaði $100 million Maðurinn á allt of mikið pening Þetta er ótrúlegt sko Þetta er að þú donatir í charity og svo eru þeir alltaf bara að græða bara þú bara eitthvað hana gegja næst maður bara að gefa einhverjum 10 miljardar bara eitthvað og svo er það bara sparkað út einhvern veginn Svakalegt Allavega, síðasta í Twitter-rótinu, ég er ekki með tweetið en þetta er bara, þú veist, þetta búið að vera út allt á Twitter Gunni Nelson var að slást og hann vann í fyrstu lótu Ég horfði á þetta Það var geðvægt sko Gaman að sjá Nelson bara taka þetta Við strákunum fórum með keks og þetta var fucking veistla sko Já, þetta var ótrúlegt sko Þetta var líka, hann vann þetta á Gunnar Nelson háttinn, skilur við Hann rótaði ekki slow and steady sko Já, líka einmálega, to be honest Já, einmitt slow and steady, hann var samt ekki hann vann hann ekkert eðla fljótt sko Já, ég elska Íslendingar þegar þeir tala um UFC þetta er bara svona, já, Gunni verður náttúrulega bara að taka þetta í gólfinu sko Já, einmitt Það er eina sem að fólk veit um þetta, að Gunni er góður að klíma sko Já, nákvæmlega Hann er samt, sáu alla hinna barndana? Nei Það voru 3 bardar eftir þessu eða 4 eða eitthvað og 2 bardar undan þessu sem að enginn af þeim fór í gólfið Já. Gunni vill vera í gólfinu sko Hann er sterkastur þar að vita alltaf það sko Þá voru þeir bara kickboksa Þannig séð sko Já, það var svolítið cool út því að líka þessi gaur sem hann var að berast á móti átti að vera eitthvað svona wildcard sko hann átti að vera bara eitthvað svona fara bara crazy inn og bara start throwing hands sko, throwing fists sko en hann gerði það ekki, ég held að hann var svona, hann fór svolítið mjúkur inn í þetta og það enda bara með að bara hann gleift hann sko, bara eins og svona fucking anaconda sko Þetta var svona sko, þetta var easy fight fyrir Gunnar Stuðlinn var sko ég veit ekkert þessa gæja en bara stuðlalega séð stuðlinn 1,3 á þér þá ertu mjög líklegur til að vinna Þú veist þetta er bara eins og þú veist Haukar keppandi Tindastól skilur ekki, náttúrulega ekki þannig skilur en það er mikill stuðlamunur hana Já, nákvæmlega En getur allt gæst í þessu Þetta er gett og svo síðasta tweetið það er hérna ég veit ekki hvort ég sé að senda þetta þín það er hérna á hlustunarverðlaunin þau voru á föstudaginn fór mikið í gang þar og hérna það var performance sem kom svolítið svona mörgum á óvart og brought back many memories fyrir marga Það var Júli Heiðar og Kristmundur Axel Voru þeir á hlustunarverðlaunin? Já, þeir voru að, þú veist, þeir spiluðu þarna lagið þarna bara þekktasta lagið þeirra saman Kristmundur Axel bara geggjaður á því og Júli Heiðar Júli Heiðar búinn að, þú veist, hann er að gera gott stöf sko Ég fíla hvað hann er að gera í dag og bara þeir voru ferskir og gerðu bara, já, geggjaða stemningu á Hvað lag er þetta? Sorry, hvað lag þetta er sko? Nei, nefnilega ekki sko Ég á ekki þetta samband við svona íslenslög Pabbi Ég veit hvað þú tala um en út í að margir elskar lag Komdu tilbaka Ég var aldrei inn í þessu sko Þetta er gott lag sko, þetta er besta íslenska lag í heimi sko Þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði Það voru eitt sinn feðgar sem að elskuðu hvort annað Þetta var tveggja manna teymi sem að enginn gat skadað Gat enga vegi hrapað Þeir voru allt og nánir, sjáið strákin í návist og báðir þeirra álinn Að ástin varð að báli, hvað gerðist, ég sakna þín Höfðum það alltaf fínt, við lifðum í paradís Bara við tveir, vindum þann heim og pappi snúðu við Þú ert að fara vitlausa leið Þegar vélin illa leita þig, ég alltaf til þín Því hjá þér finnst mér ég vera stig Sorry, vittlust sound Látt að þetta Allavega Sorry guys, sorry Já, þetta var gott lag og hérna, það var gaman að sjá það Þetta er mjög tilfinningaríkt sko Já, góð texti og allt það Góð boðskapur Hvernig make það sens, þú kaupir núna pítsu hérna að þetta endi í 7.000 kalli Ein pizza sko, ég borgaði þetta fyrir Alex Ég sá þetta koma á tíma en ég bara, hvað ertu að kaupa þér? Þú veist, hvað, ertu að kaupa 6 pizzur eða eitthvað? Mikið álegg Já, ertu að bomba áleggjum á það? Færðu þér ekki bara einhverja venjulega pizzu? Stundum ekki, ég er ekkert að fá mikið pizzu sko, ég gera bara í neyð ef ég er ekki búin að borða neitt og að líft tíma okkar eins og núna Hvað ertu með þessu?
Vil ég sjá það? Ég er að fara að taka sneið, sko, ég borgaði þetta. Þetta er eitthvað hvítlög sætis kjátaði, sko. Nei, þetta er fínt maður. Jú, Júker. Þetta er enda að lukka vel. Shrooms. Herru, sáu talandi sveppi, sáu Svepp Mítias búið að fara sundur. Já, í Nökkvi er að halda á önnur mið. Já, þeir skiptu sér stent, sem sagt, íslenska Svepp Mítia er núna bara íslenskt og Nökkvi er ekkert inn í því og þau eru ekkert inn í, sem sagt, London Svepp Mítia, sem er Nökkvi að gera app og halda áfram bara eins og hann var að gera. Það er áhugavert. Og hann er að sækja fjárfestingu fyrir eitthvað hóldari cash. Já, við bara óskum Nökkva góðs gengis með það. Hann er alltaf drauminn. Já. Og þau eru að halda sig í Ísland. Ég finn fyrir miklu svona side eye. Side eye. Side eye. Ég ekki meira að segja þetta, mér langar bara að pitcha sinns og svo við allir vita hvað er í gangi með Svepp Mítia. Ég bara eftir allar hlustum það, sorry ef eitthvað fannst ekki nógu áhugavert, sko, on to the next one. Já, strákar, ég er með risalisti hérna af geggjum punktum sem langar að tala við um. Ég er búinn að deyja, sko, ég hef aldrei verið duglur að punkta niður eitthvað sem ég bara fokk hvað ég er spenntur að tala um þetta. Herru, en þetta er eitt sem er svona, þetta er ekkert svona hot topic en þetta er mjög svona mannlegur hlutur held ég enn á Íslandi og heila bara yfir höfuð. En þegar þið eru á leiðinni heim, þið eru að keyra heim og svo eru þið komin í stæðið hjá okkur og svo allt einu bara, ég nenni ekki að fara úr bílnum alveg strax. Veistu, þegar maður bara opna upp TikTok, ég ætla að skrolla aðeins. Svo allt einu bara, ert þú að eiga bara ógeðslega gæða stund. Símanum bara skrolla algjörlega í þínu einn spacei. Og þetta getur ennst alveg upp í kannski hálftíma, allan hjá mér. 4 tíma hjá mér, sko. Tengið við þetta, eru þið líka að gera þetta? Já, ég held að allir gera þetta. Ég bara skil ekki hvað það er, sko. Ég hef chillað alveg upp í klukkutíma. Hvað ert að leitast eftir hann? Af hverju, þetta er svo næst. Ég tók þetta oft eftir gig, sko. Þegar ég er að klára 4:30 niður í bæ. Já. Ég keyri heim, þetta er bara svona, ég var ekki í símanum senast, sko. Bara núna á föstudaginn, ég var ekki í símanum, ég var bara í bílnum bara. Ég tók þetta eitt erfitt kvöld, sko. Ég takk þetta inn input, sko. Ég var að spila á American Bar og það var semst að vera að mæla hávaðanir í bæ núna á öllum klúbbunum. Það loka allt bara gæst nema föstudaginn, það var bara hávaðin var hátt og í fokkin síma, sko. 95 decibel, ég veit ekki hvað það þýðir. En það er, skilurðu, ég var að DJ og fólk var bara að tala um mig svona bara, að hækka? Ég bara eitthvað, ég má ekki, sorry. Þetta var svona hátt, skilurðu. Fólk var bara að tala um mig, bara, og ég var í rauninni, ég setti bara semi-playlist á og fór að fela mig, sko, því þetta skammaði sig mér svo mikið. Þess vegna var ég kannski ekki í símanum, sko, ég var svona að hugsa á lífið. Já. En já, þetta er allan að, leitt að heyra. DJ heiminn og nervur Nei, uppsett í DJ heiminn. Giggi fyrir þetta líka, fór til Keflavíkur og var að spila grunnskóla sem var bara svona 50 manns eða eitthvað. Heiðarskóla, geggjaða skóla bara, alveg partí. Og ég mæti smá seint og græjunum mína virka ekki, ég get ekki tengt þær. Og þannig þarf að taka giggið fyrir þetta American Bar gig þurfti ég að spila á iPad sem var gett klístraðar og ég var oft bara eitthvað svona að queua næsta lag og ég ítti oft bara í droppi á næsta lag og eitthvað svona, það var bara, ég var DJ á iPad, iPad mini. Þú varst bara að jafna þig í bílinu þegar þú komst heim? Ég leða sko, bara svona 2 dögum senna. Já, ég tengi við þetta sko, ég hef oft lent í þessu með bílinn sko, að setja bara... Ég held að allir tengi við þetta, ég held að þetta sé meira algengt frekar en ekki, að fólk sé bara í símanum sínum, í bílnum, bara having a moment, skiljum. Veist, og ég er bara svona, mér finnst það að fyndi út, því að hvert sem ég tala við þetta, þau segja já, oh my god, og þetta er ekki nefnilega sem allir er að tala skilju. Þetta er bara svona, og þetta er svona eitthvað sem allir gera, held ég. Bara svona, eitthvað svona moment of peace, bara svona mitt temple, það sem enginn er að trufla, það sem ég fæ bara algjörlega verið. Já, það er ekkert áreiti, enginn háfaði ekki neitt, þú ert bara einn annar skilju með símaninum, en samt einhvern veginn, þú ert einn skilju en samt opinn öllum þegar þú ert með símanin, sko. Já, algjörlega, en líka bara það, hvað er það við bílinn að vera laðið fyrir utan heimilið? Akkur lappar ekki bara inn í sófaðin? Bara þegar þú ert sitjandi, þér er hlýtt, skilur? Já, og þú nennir ekki að lappa út í kuldan, nei, þetta tengjur stöðulega Íslandi held ég líka. Heldur það? Já, það er svo mikið vinna að fara frá heimilið sínum til bílinn, það er alltaf stríð. Þegar það er bara vindur. Heldur að fólk gerir þetta ekki útlöldum? Nei, ekki úr í LA eða eitthvað hannig. Heldur þú viljið sitja inn í reyndar kaldubíl, kannski? Ég veit ekki. Þegar ég er bro, þá ætla ég að segja þér, þú er henni í tönnunni. Já, ég veit það, ég var að reyna að losa það, sko. Takk fyrir að segja mér, við tókum fucking podcast með Helga Ómars, já. Ég held að það ekki sést, sko. Og enginn sagði neitt um mig, það var grænt, bara eitthvað hérna. Helga átt að sjá það, hann satt beint til liðanum, sko, þið átt ekki að sjá það. Ég skil ekki að hann sagði neitt um mig.
Oh my god. Já, sjáðu þetta á Helga fyrir að bjóða okkur í podcast sitt. Endalega tjekkja á því. Það ekki komið ennþá, en hérna það kemur bráðum. Já, bráðlega. Það eru mögulega að koma út af þetta fyrir út. Já, ég var að sjá mig í selfie-kamerunni og ég var að fatta að djöðlega líti út eins og eitthvað tappi, sko. Algjör tappi, sko. Þetta er hræðilegt, sko. Herri, strákar, ég þarf að halda á lista mér en það er svo mikið af stöfum sem ég langar að komast í og við höfum ógeðslega lítinn tíma. Sorry, ég er svolítið að hijacka podcastið. Þetta er bara ég verð að ræða eitthvað við ykkur þetta. Herri, ok, það er margt hérna. Oh my god. Maður sjá. Ok, ég ætla bara að velja eitt hérna. Þið viti hvað vinnustofa Kjarvals er? Já. Ok, hvað finnst ykkur það? Heavy nice. Já. Hvað kostar? Dýrt svona... Hvað er verðið? Það er 40.000 á mánuði, cirka. Ok, neina útskýra fyrir hlustundum áraðin sem við ekki hvað vinnustofa Kjarvals er. Ok, vinnustofa Kjarvals er bara eins og opið vinnurými, skrifstofa aðstæða, fundaraðstæða, hangout staður fyrir fólk sem að vill, vinna bara í fartölunni sinni og networka með öðru fólki. Og líka kvöldklúbbur í rauninni. Já, svo eftir klukkan 5 held ég, þá breytist þá að opna barinn, þá getur fengið drikki, skilur og þetta verður bara svona mjög næs staðir til að chilla á kvöldinu og fá sér drikki. Er það bara eftir 5? Og þú kemst ekki... Ég held sér bara eftir 5. Ég fór hann daginn fyrir, sko, og þá var... Þetta var í rauninni bara eins og bar, sko. Jú, þeir bjóðu upp á... Jú, það er alltaf bara bóðið upp á kaffi og þú getur fengið þér... Whisky ef þú vilt. Þú getur fengið whisky kl. 4 ef þú vilt, sko. En þetta er bara aðgengilegt fyrir fólk sem borgar 40k á mánuði. Þetta er bara subscription-based aðgangur sem er eiginlega only one of its kind niður í bæ held ég, sko. Það er svolítið þannig. Það er mikið af þessu í útlöndum, sko. Já, einmitt. Hvað finnst ykkur þetta? Myndið þið tíma 40k í vinnustofu Kjarvals? Er þetta eitthvað sem þið myndir sjá fyrir eitthvað nýtur og líka bara viljið þið vera hana, er ekki smá pretentious að vera hana bara eitthvað, já, og því ég vil alveg fara hana oft, skilju, út af mismunandi ástæðum, skilju, no big deal, whatever, hérna, og þá er alltaf bara svona, já, stjórnmálamaður þarna, frægur leikstjóri þarna, já, ok, þetta er mikilvæg stæð fyrir mikilvæg fólki, ég er bara svona, ég veit ekki hvort ég geti látið sjá mig því þá er ég basically að reyna að segja, já, ég er mikilvægur með mikilvæg fólki, ég er svona, þú veist, við veist það smá svona þannig, sko. Það er svolítið þannig, ég vil fara þarna líka og það er alltaf einhver, maður sér alltaf fólk, sko, sem skiptir máli. Já. Ég er ásamlega, mér finnst þetta ekki þannig. Þú upplifir þetta ekki þannig? Nei, mér finnst þetta bara nice vibe, sko, bara góð tónlist, geggjaða matur. Já, nei, það er það sem ég heyri, ok, vibeið hann er gott, það fyrir ekki milli það, en ég held að segja bara, konceptið sjálft, svona utan, ef maður horfir á þetta utanfrá, þá lukkar þetta eins og svona klíkuskapur fyrir fólk sem á pening og fólk sem er með völd og þannig. Það getur verið svolítið intimidating gafgart, held ég öllum bara. Algjörlega, og það er svona líka málið, þess vegna er ég líka svona út, ég er svo mikil rebel, ég er bara svona, þú veist, það er geggjað næst að vera þannig, hvers ég fer þarna er þetta bara vá, þetta er frábært upplifun, ég vil koma oftar, já, það er frábært chillan og drekka og jamma, bara hvað sem er að gerast, alltaf næs. En bara það að þetta sé eitthvað svona, þú veist, for the rich and classy upper side hérna á Reykjavík, það er bara svona, En af hverju má ekki vera þannig? Út af því að, ég veit ekki, það er eitthvað sem mér finnst auðlalegt við það. Það er eitthvað sem mér finnst asnalegt við það, það er eitthvað sem ég vill ekki vera partur af. Ég vill ekki vera partur. Þetta er bara þú ekki kort, sko. Hvað sér ég? Þetta er bara þú ekki kort, sko. En ég er búinn að vera hana marg oft, út af, þú veist, alls konar. Og það fækst frýtt bóð. Wow, flex. Nei, já. Ertu að segja að þú þekkir mikilvægt fólk hérna við? Nei, ég held sko, vinur minn held ég þekkti fyrsta eigandann, ég veit ekki hvort sé ennþá eigandinn og þetta var eitthvað þannig dæmi, sko, við vorum regluð þarna á tímabili og það var bara æði, en ég bara svona, ég bara veit ekki hvað maður, ég var alltaf vonbræðvinni þegar ég mætti þarna, skilja, en samt var alltaf fullt af fólk sem þekkti þarna, ég bara, næs, geggjað og eitthvað. Mér finnst það gaman, mér finnst það cool, sko. Já, þetta er næs, sko. En já, ok, eru þið, sko, ég finnst það stóra lista, boys, ég er bara svona... Take it away, sko. Þetta er þitt kvöld í kvöld, sko. Já, þetta er svolítið mitt kvöld. Ok, já, herðu, þetta er eiginlega best. Og þetta spilur svolítið inn á það sem við endum síðasta podcast á, það er að tala þetta er svolítið, ég veit ekki hvort það eru til í það, ok, fuck it, whatever. Ég sá skilti á strætóskýli sem stóð, geta karlað bara kalla knúsað. Og þetta er frá gæja sem heitir Þorsteinn sem er í kallmennskunni, sem er bara eitthvað svona, þú veist hvað það er, kannski þú getur útskipta betur en ég. Það er bara svona einhvers konar establishment sem á að, þú veist... Já, hann er með þessast podcast og bara svona social media entity sem heitir Karlmennskan, það veitur ekki allir hvað þetta er. Sem er að fræða þá, þú veist... Fræða karlmenn og bara aðra hvað svona skaðleg karlmennska getur verið skaðleg. Já, einmitt, toxic masculinity og alltaf. Og ég bara svona, ég hugsaði svo mikið út í þetta og þegar, ok, hvernig er ég við vini mína? Þú veist, alltaf þegar ég er expressa bara svona ást og samúð eða hvað sem er, það er alltaf kallagnúsin. Og ég er bara svona, fuck me, ég held ég væri aðeins meira... Hvað meinar þið, bara slá fast á baki? Já, bara svona, bless, gaur, gott að sjáðu maður. Ekki þetta innilega bara... Nei, ekki bara það, heldur líka bara, af hverju má ég ekki grípa í hendinni, hvað með hendinni, af hverju má ég ekki bara, bro? Fucking, þú veist, af hverju má ég þetta ekki? Ég hef aldrei
talað einhvern veginn innilega við neitt Hver var að banna ykkur þetta? Hvað sér Það er enginn Hver að var að banna banna ykkur þetta. þetta? Nei, það er pointi, Já. það er enginn bann okkur, en samt... En það er svona subconsciously gerum við þetta ekki. Já, en út af því að líka þykir þetta kallmannslegt, skilju, er þetta viðeigandi fyrir okkur sem kallmenn að gera? Ertu vanur að fá einhvern sem er bara eitthvað, bara hei, alltaf lagi? Það er ekki sko Eitthvað minna sko Þessi viðbrögð voru Það er alltaf þessi hérna, það er alltaf svona ertu ekki góður að? Já, þetta er svo rétt sko, þetta fekk mig til að hugsa. Það er ekki fínt það? Já, Jú, I guess. Það er ekki það, en bara málir, af hverju erum við ekki, þú veist, eins og... Af hverju eru ekki meira intimate með hvornum? Já, þú veist, hvað er það sem er að stoppa okkur fyrir að vera jafn elskulegir við kærustun okkar? Jú, ég veit að klálega mismunandi samband, skilju, þú veist, ég er ekki að reyna... Af hverju kissir um mig Af hverju eru ekki að ríða það homie, skilju? Já, ég skil hvað Við fattum hvað meina, Ég skil hvað meina. ég er bara, þetta gæstulega, þetta fucking fekk mig til að hugsa, sko, þannig að sjá þetta á Þorsteini í kallmennisinu fyrir að vera Þetta er góð punktur. pushing the needle, sko, en já, mér fannst þetta allan áhört, maður langaði að heyra hvað þið hafa að segja þetta, skilju. Ég er sammála, ég er búin að hugsa mikið þetta, bara hvað kallmenn og intimacy með öðru fólki sem er ekki svona sexual intimacy er lítið. Já. Og þess vegna geta kallmenn farið yfirum í að leita sér að intimacy með konum. Já. Og það geta orðið sko bara miskilningar og farið við mörk og þannig að því að það er svo mikið lack of intimacy annars staðar. Já, þannig að þú veist, þetta er eins og sé búið að ræna þig af einhverjum sem þú þarft Já, við erum öll manneskjur og við þurfum human og bara nánd við annan mannfólk. Algjörlega, og þess vegna eru sumir kallmennlega sem eru ekki kannski með nánd annars þar í lífinu, þeir sækjast harðar í kynlíf því að það er rauninni eina nándar sem þeir fá og þar alveg enda með stundum kannski fara yfir mörk einstaklinga. Já, af því að þeir eru svo gjörsamlega bara svona uppþotnaðir af engri nánd. Já, þetta er nefnilega, og ég man, það var hérna The Daily Show held ég, hérna, hvað heitir hann? Með Trevor Noah? Já, Trevor Noah, hann átti geggja monolog þetta, ég veit ekki hvort þið hafi séð það. Það er einmitt það sem ég er að hugsa Hann talaði nákvæmlega þetta, hann sagði bara, í dag eru kallmenn rosa mikið bara, þeir fá ekki nánd neinstar, þeir er sagt bara fucking, þú veist, díla við þetta sjálfur, þú veist, þetta er bara þitt situation, you have to bara be a man and fucking handle it, skilju. En í rauninni erum við bara alveg svo, veist, allir aðrir og hitt kynið, við þurfum alveg að miklu nánd og allir aðrir, skilju. Og ég er bara svona, já, þetta var frekar huge mindblown. Ég er líka bara svona, ég til mig vera tildulega comfortable með tilfengilega nánd. Ég líka, veist, ég er alveg stundum, ég hika ekki við, Arnar, þú getur að testa þetta, ég, veist, Þú slætur á einu putt í rassinu. Ég gera það, sko. Ég gera það. Nei, ég bara svona, ég tek stundum í, þú veist, ég er alveg, mér finnst ég vera nánari líkamlega við flesta vinnum minn en allir aðra kallmenn sem ég þekki og því að ég er comfortable with it, skilju. En meira að segja, ég var bara eitthvað svona, wow, en meira að segja, ég er líka með eitthvað svona blokkararnum, bara svona, hvað er viðandi og hvað er ekki viðandi. Þú ert meira miða við aðra kallmenn. En ekkert í rauninni með við konur kannski. Bara 100%. Eða stelpur. Og líka bara að ég segja hvað ég gerði. Ég er bara svona, ég á sjálfsögum fer bara í eitthvað svona rannsóknarferli í sjálf mig og ég er á leiðin að keyra í speglahúsi sem þið veitir hvað er sko. Sorry, ekkert kontekst fyrir hlustendur en ég var að kaupa mér bústað sem er High-key flex. Já, sem er gerður úr speglum geggjað. Svona 8. flexið Alex í dag. Það er eftirtilnefning, það er vinnustofa Kjarvals og það er bústaðurinn og það er... It's a good point. Ok, ekki það líka punktin minn en það. Já, ok. Og ég var að keyra með pabba mínum út þegar ég var að kaupa um fjölskyldunni minni og ég var að keyra með pabba mínum og við vorum að eiga bara svona hjartnæmt spjall bara um svona okkar samband og bara, veist, hvernig við viljum vera og allt þetta. Og ég bara svona, herði, ég sitt hérna í sætinu og hann situr í sjokkun. Þetta er ekkert færi til að knúsa, þú veist, eða neitt þannig. Þannig ég bara svona, og ég var að hugsa bara, ok, ég ætla bara að tjá mig hvernig sem mér líður, án þess að hugsa hvað er viðeigandi gagnvart okkur tveimur sem kallmennum. Þannig ég bara eitthvað svona, ég tók í hendina á pabba mínum og ég bara hélt í það. Ég bara hélt í hendina hans. Hélst í hvað? Ég hélt í hendina hans. Okay. Og ég bara hélt í hann alveg mjög lengi og ég var bara svona og ég var bara eitthvað, þetta er alltaf læg og veistu hvað hann þótti vænt þetta veistu hvað hann er náttúrulega old school sko, þegar hann er eldri hann fucking, þú veist, hlýjan sem hann fann fyrir var huge fallegt þetta er geggja og ég bara svona, vá, ok, takk skilju, Þorsteinn Karlsson fyrir að opna mér þessa augu mín sko, ég tel mig vera mjög opinn sko, en þetta er magnað sko, þegar ég hugsa þetta núna hvernig mér myndi líða við að testa bara að gera þetta við einhvern vinn minn eitthvað þannig, ég er alveg bara svona shit, hann myndur örugglega miskilja þetta eða vera gett óþægilega með þetta. Halda þú að reyna... Nei, ekkert endilega, heldur bara að hún myndi finnast þetta óþægilegt, skilju. Já, það er bara málið, sko. Það er líka, það kemur inn á svona... Og það er kannski það sem að margir, þú veist, strákar kannski er að hugsa þegar þeir vilja vera nánum með vinnum sínum, er að þeir hugsa of mikið bara hvernig hann að fara að reakta gagnvart minni nánd gagnvart honum. Algjörlega. Og þess vegna er þetta stripped down to kallaknúsin. Já. Ég held að pabbi hefði hent bara í, ég myndi taka hann hérna eitthvað. Góður það?
Jú, ég Þú veist, það væri alltaf svona... Já, þetta væri, þannig með máli, sko. Þess vegna held ég, þú veist, eða þú ætlar alltaf að taka bara 180, skilju, í hvernig samskiptu áttu pappa. Þetta þú þyrftir að vinna þetta upp, skilju. Ég held að kontrastin getur verið svolítið sjokkerandi, sko. Og þetta fer að sjálfsögðu líka, veist, ég og Svanur, fóstpappi minn, við eigum alveg rosa gott samband, sko, þannig að þú veist, og hann að líka eins og ég, sko, hann mjög opinn gagnvart þessari nánd, sko, það var ekkert eitthvað huge leap, skilju, þú getur kannski vera fyrir aðra foreldra sem eru kannski ekki jafn, tilfinningilega opnið fyrir nánd, sko. Já. Þannig já, en mjög áhugaverður punktur, sko. Já, ég held sko að þetta eitthvað sem var hægt að breyta bara með einni kynslóð. Þú veist, þú gætir eiginlega bara, þú veist, með einni kynslóð gætir þú bara gjörbreyta þessu, bara ef þú tekur bara soninn og bara tekur hendina á hann og þú vilt tala við hann og bara gerir það fullkomlega eðlilegt. Þú ert að vera physically get open gagnvart barninu, skilju, sem kannski líka er til að byrja með þegar þú ert lítið krakki, en síðan fer það í burtu þegar eldri sem þú verður og það gera það, sko, það gera það. Finnst, haldið að við erum komin eftir svona 10 ára að kissa pappa okkur á munnin bara? Já. Ef það er expression of love and care, bara eins og maður gerir við mömmu sína. Já. Ég held ég alveg gert það back in the day, sko. Já. Bara sem krakki, sko. Já. Kannski ekki hérna þegar maður er 19 ára eða eitthvað. Pabbi kótið hérna. Hafið þið séð Tom Brady, já? Já, ég sé það. Hann fer næstu í sleik börnin sín, sko. Shit. Það er pínuskítið, en ég held þetta sé alveg, ég veit ekki, þetta er svo skrítið. Já, en þetta er eitthvað svo áhugavert, maður. Það er allir mismunandi með þetta, sko. Hvað dregur línuna? Þið dregur línuna þar? Ég fara í sleik Ég dregur línuna að knúsa pappa minn, sko. Já, Ég knúsa ekki pappa, sko. Knúsar ekki? Jú, auðvitað. Herri strákar, on to the next one, geggjum það, þetta var alveg frábært, sko. Takk fyrir að indulge my thoughts með þessu hluti. Við þurfum að vera þessu breyting, sko. Meiri nánd myndi strákana, sko. Já, ég segi það, sko, ég segi það. Herri, hérna, já, mér langar að tala um Óskarinn. Ok. Já, og smá bíómyndadót, en mér langar að tala um eitt tengt þér, Arnar. Okay. Það er ein mynd sem vann hérna eins og flest sem horfa á Óskarinn sem heitir Everything, Everywhere, All at Once. Og það er, hún vann eiginlega flest verðlaunin. Hún er eiginlega verðlaunasta mynd í sögu Hollywood. Já. Fekk hún ekki verðlaun í öllum svona major categories? Jú, og líka ekki bara hjá Óskar, heldur hjá öllum hinu líka. Já. Og málega, ég og Arnar vorum að fljúa út til Las Vegas. Og ég var að mæla með myndum, og því ég er náttúrulega ekki bíónerdi, þannig ég var að mæla með myndum fyrir Arnar til að horfa á. Já. Og ég er svona, ok, ég veit að Arnar er erfiður út, því hann vill bara horfa á Deadpool 1, helst bara 2 á dag og svo áfram með smjörið, ekki? Svo Deadpool 2. Já. Þannig ég var bara svona, ok, þetta er svona challenge. Ég þarf að mæla með ykkur sem Arnar er fann enn að horfa á. Ég er bara svona hérna, og ég vissi alveg svona hvað var í sig, en ég vildi svona íta hans á það, sjá svona hvað hann er tilbúin til að taka við. Þannig ég mældi með Dune. Ok. Sem, ég veit ekki, fyrir þá sem ég hlusta að horfa, ef þið hafið séð Dune, þetta er frábær mynd, þetta er cinematic masterpiece. Já. Og much to my surprise, Arnar var bara þetta er geggjumynd. Það er eyðimörkumyndin. Nice. Já, eyðimörkumyndin. Mjög góð. Einmitt, alveg frábær mynd. Og svo eftir að maður horfa á það, þetta var langflug, við vorum frá til Las Vegas, þá var ég bara, herriði, Arnar, horfa á Everything, Everywhere, All at Once. Þetta er örugglega besta mynd ársins. Já. Þetta er bara besta mynd sem ég hef séð lengi og ég mæli með að þú horfa á hana. Arnar komst 15 mínútur í gegn og bara, ég nenni þessu ekki. Já. Og þetta núna er bara velunasta mynd alltaf tíma, vann flesta Óskarna á Óskarnum. Sko, ég skil það alveg. Þetta er þungmynd. Þetta er það, sko. En hún líka byrja hægt. Já, hún byrja hægt og þú þarft að horfa hana helst í mjög góðum gæðum, skilur á góðum skjá með gott hljóð. Bíó er eiginlega eini staðin sem hún myndi virka almennilega, sko. Ég er samt ósamlega út, því að þú ert með hérna í eyrunum, skilur það, og það er bara svo mikið að gerast, mikið að hljóðum, mikið að dóti, sko. Hvað var það, Arnar, sem leti detta út úr bíómyndinni? Ég mannaði ekki eins og bara, það var ekkert gaman að það, sko. Það er raunverulega allt að gerast í henni, sko. Já, en máli ekki fyrstu 15 mínútur. Fyrstu 15 mínútur ertu bara að chilla með einhverju kynleysi fjölskyldur sem er toxic. Já, hún er frekar leiðileg ef þú hefur engan áhuga á að dæfa inn í svona the human concept og eitthvað þannig, þá er hún frekar leiðileg. Þetta er myndin þegar voru hana í þvottahúsinu hana. Já, ég veit það, en þannig með málið, sko, þegar strax eftir að þú hættir að horfa, þá bara fer myndin af stað og ég var svo mikið að reyna pizza, bara, gefðu sér, bara, nei, maður er ekki fucking fræðilegur. Það er verið að kynna inn alltaf karakterinn okkar. Já, einmitt, það er verið að láta þig líða eins og þú sér bara vinur þeirra. Og ég skil, hún er frekar depressing, skilur í byrjun. Já, hún er það, sko. Þannig að fyrst þú vann alltaf að gena eitt séns aftur. Já, please, nennur þú síðan að koma með feedback í þættinu. Já, horfðu á hana í góðum hérna hljóði og hverju mynd. Góðum hljóði. Já. Viljið þið vatn, strákar? Við erum á sama stað. Ég væri til í drykk. Ok, ég ætla að segja drykk. Ég er það minn, sko. Viljið þið drank? Ég er með heitt topic fyrir þegar þið eru komið með drykk. Anna kannski í þessu. Já. Já, ekkert. Gleðileg jól bara. Alex. Hvað? Viltu
pítsu? Nei, bara hendina hérna, sko. Já, kallið mín, let's go. Hvernig ertu, maður? Það ekki? Finnst þér gjarnar að þegar finnst þér ég duglur að sýna öðruvísi námt, skilju, líkamlega? Þú veist, eins og mér finnst þegar við erum að labba á jamminu, þá ég tek stundum undir svona handleggiðin, skilju. Já, en mér finnst ég alveg jafn mikið. Mér finnst þú nefnilega líka. Ég nefnilega að vera að segja. Það er kannski til að leyna einhverju. Ég er átt, sko. Ég verð nefnilega viðurkenna, þú ert drullið þægilegur að vera þægilegur with the homies, sko. Já, mér finnst ég... Vá, þú ert alveg eins og, hvað heitir hann? Bruno Mars? Nei. Jackie Chan? Nei, rapparinn sem deytaði mömmu TikTokarans. Já, fokk, stór hásinn með krullur. Já. David, hvað heitir hann eftir? Lil Gravy. Lil Gravy. Aha. Skleru við farum ekki. Já, hann deytaði mömmu, Addison Rae. Já, hann deytaði mömmu Addison Rae. Pældi chaosinu. Þú ert Addison Rae, þú gerir mömmuðin og pappa fræg. Já. Og þú ert bara, ekki bara fræg, bara millionaires, út af þau eru það fræg. Pappiðin heldur fram með mömmunni og fyrir svo að reyna við, held fram með henni og svo byrjuð þau að bífa á TikTok, eða raunin bara hann. Mamma og pappi? Já. Shit. Já, gera TikTok bíf og hann núna að gera thirst traps, byrjað með OnlyFans og byrjuð að reyna við einhverja ungar skvísur, sko. Bara jafn gammal dóttir hans. Þetta er fucking geggja áhugavert, Arnar, og til pældi þannig bara fræðin á dóttur þeirra bara fuckað upp lífin þeirra og til að þá fengu þau einhver tækifæri í einhverjum aðstæðum sem þau voru ekki equipped to handle eða þegar hjónabandi var bara í ruslinu fyrir, skilju, við getum ekki alveg sagt til hvað og hvað, skilju. Ég held að það brought the true him forward, held ég, skilju. Já, einmitt. Þú breytist ekkert í þessa manneski, sko. Þú ert að... Já, ég veit ekki maður, ég er bara málega, settu fólk í mismunandi aðstæður, þú sér mismunandi útgáður fólkinu, skilju. Ég er alveg smá þar, en ég skil samt hvað mér, ég er alveg sammálaði, sko. Þetta er ekkert eitthvað, hver er þetta? Þetta er 109, skilju. Gæðin er bara meme og það er allir, top kommentin á TikToknum hans er, hann fær kannski 5 million views, en hann er með 10.000 like, sem er svona, ég tala ratioið, en þetta er bara versta ratioið heimi, sko. Það er enginn að like'a þetta er óvart like. Og þú veist, öll kommentin eru með fleiri like en hitt og þetta er bara gaur, skammast þín ekki, þú ert dóttir, greið Addison. Shit, maður. Þetta er hrikalegt, sko. Þetta er það. Pældi því líka, hún getur ekkert gert í þessu, sko. Já, vá, þetta er bara mamma og pappi bífa. Og svo er pappiðin í hessu og svo kemur mammaðin bara eitthvað, fara að deyta ykkur rappara sem er bara í rauninni, hann er alltaf að deyta ykkur mömmur, hann er bara að grínast með þetta, sko. Já, þetta er bara mím fyrir hann, sko, þetta er bara leið til að fá athygli. Sko, já, ekki spes. Shit, maður. Svona er þessi áhrifalda bransi, sko. Já, þetta er erfitt líf, sko. Hvað er að steytast það, Arnar, sem þú lendi í eftir að blew up on TikTok? Hvað er versta fan interaction? Er ég kannski búin að tala um það þegar Gaur komið upp að bara Gaur, ég dýrkaði. Sko, allir aðrir hataði, en ég elskaði. Ég pældi ekki svona í því, sko. Hann hafði sagt, þetta var bara svona, fór alveg fram með mér. Geimfyndið, sko. Þú veist, ég fengi, sko, náttúrulega bara komment, bara eitthvað, þú veist, krakka komment alltaf þegar þið sjá þig. Já. Og ég fengi bara sá þig vera í tölvunni, bera ofan, eitthvað, bara, fólk bara sér bara horfinn í herbyggi mín. Fólk náttúrulega veit, sko, hvað mamma og pappi búa og fólk er að fara heim til mamma og pappa, ég fluttir út, skilur, fólk er að fara heim til mamma og pappa að spyrja eftir mér og að fyrir staðnum, þá var fólk, skilur, bara, veist, og með hverfisgötu, skilur, fólk er bara, það var að taka myndir af mér og meðan ég var bara heima af mér, sko. Og litli krakkan alltaf skil ekki alveg mörkina hana. Nei, auðvitað ekki, sko. Og þú líka bara eitthvað fyrirbæri fyrir þeim, sko. Já, alveg, 100%, sko. Og þau sjá mig bara og þau bara, geggjað maður. Já, þannig í rauninni versta fan interaction var fólk krakkar í rauninni að taka myndir af þér inn gluggan í heimili. Þetta er bara svona personal space fattur þannig sé, sko. Það er engi komið eitthvað leiðilegur upp á mér en þannig, sko. Þetta er alltaf... Nei, nema svona passively. Það myndi ég bara snúa niður, sko. Já, við mistur að góða umræða þetta, sko. Já, ok. Þetta var gott, sko. Summary, ja. Nei, höldu bara áfram með smíð. Ég hlusta á þetta senna. Ég snúi sér lús. Já, ok, sko, þetta er geggjað. Er þið tilbúinir, Hvernig smakaðist? Slappin. Það er gott, sko. Ok, strákar, mér langar að tala við ykkur fólk sem er ennþá með grímu. Byrju, segðu mér. Topics. Var það ChatGPT, Nei. Ok. Nei. Ég hef gert það. Já, þetta? Var það gæðið það? Alltaf lagi bara, ég var bara ekki komin eitt og var að keyra hinga til eitthvað og ég bara gave me 10 random things to bring up in a podcast. Já, þess að þú búin að vera svo lélur í podcastunum. Já. En sorry, hvað varst það að segja þarna? Ég var að segja, hvernig líður ykkur þegar þið sjáið mannesku í búðinni, flugvélni eða einhvers staðar bara á vappinu ennþá með grímu eins og þessi COVID?
eins og ég til dæmis, ef ég sé manneskju vera að labba með grímu, þá er ég bara, mér langar bara að hrista hana bara og segja It's over, okay? Move on. Ég held að fara svo mikið eftir hvernig þú lendir í þessu, sko. Já, það málega. Já, eru búin að sjá Storm þættina á RÚV. Nei. Það er sérst heimildaþættir allt COVID-dæmið, það var sérst kvikmyndatökuteymi sem fekk að fylgja þríeykinu, Ölmu, Þórólu og Víði, alveg frá byrjun. Dokumentuðu bara allt. Okay. Vinur okkar, Heimir Bjarnason, hann klippti allt dæmið. Hann fór í gegnum örugglega 2000 klukkutíma af efni og bara klippti niður í 9 eða 8 þætti. Og þetta er eitt flottasta sjónvarpsefni ég sé bara á Íslandi, sko. Þetta er rosalegt, þetta er bara svona Netflix quality, sko. Ég áður eitt af þessi DM-ana, sko. Alveg pottið. og þú veist, í þessum þáttum þá sérðu svo skýrt einhvern veginn hvað þetta hafði mikil áhrif á sumt fólk. Þú veist, maður er að sjá bara alveg inn í innsta hringinu á fólki þegar fólk er raunverulega að deyja. Þetta er rosalegt, sko. Og þú veist, við vorum bara eitthvað djöðli fucking pirrandi, get ekki farið fucking B5 núna með andskotin, á meðan fólk er bara að kapna í öndunarvél, sko. Ég held samt það var hérna og ég var mjög ágifullu fyrir höndu allra hérna, fyrir samfélagi, skilju, ég var ekki alveg að komast í Ég dónast því, sko. En málið er, skilju, þú veist, það er allt í lagi að vera, þú veist, þetta er ekki annarkvort eða í þessu, þú veist, það er allt í lagi að vera pirraður yfir að geta ekki farið á djammið eða pirraður geta ekki hitt vinið sína og eitthvað þannig, en þú veist, þetta er bara svo stórt vandamál að þú veist, þetta affektar alla á einhvern hátt. Þannig að þú veist, þetta er bara ógeðslega shitty. Þetta er bara, þú veist, þetta er ömurlegt fyrir suma, en þetta er miklu verra fyrir aðra líka. Mér finnst það, sko, þetta er mjög slæmt fyrir suma, en mér fannst gali allt þetta koncept, þú veist, að sprauta ykkur og allt þetta drasl, sko, þetta var svo mikið kjaftaði. Ég hata að fólk er að segja manni hvað maður að gera, sérstaklega með eitthvað svona, þú þarft að fara í sprautu, annars mátt ekki fara þangað. Fórst þú í sprautu, Arnar? Já, ég fekk Janssen, fekk COVID, dónast í, sko, ég held ég var að fara að deyja, sko, ég var bara liggu að fara á spítala, sko. Sprautan ger ekki raskat fyrir því? Nei, Janssen ger ekki neitt, sko. Ég var sofandi í úlpu, sko, ekki úlpu og 2 sengur, út af því að ég bara hakkinu, ok? Fekk aðra sprautu, fekk aftur COVID. Þetta er alveg málið, það veit enginn hvað virkaði eða hvað ekki. Það voru bara eitthvað lyfjafyrirtæki sem gáðu eitthvað bóluefni. Þeir græddu meiri hagnað heldur en þeir nokkuð tíma gert nokkuð tíman áður, sem er mjög svona, það er verðt að spurja sig aðeins það, sko. Veistu, við ættum eiginlega ekki svona hanga á þessu topiki. Jó, meðast það, sko. Þetta er fokkin pyrrandi. Þetta er svo stjarnfræðilega flókið allt saman, að það er ekki hægt að komast að niðurstöðu þetta. Þetta tegir sig svo langt tilbaka. Þú veist, það er búið að sanna núna að þetta var einhver leki úr einhverju rannsóknar eins og einhver rannsóknarstofu. Þannig að þú veist, og það er enginn sem er eitthvað að fríka við því, en þú veist, hver á að vera ábyrgur fyrir þessu öllu. En þetta kemur aftur. Í rauninni sorry, Arnar, ég tek eftir blæði. Í rauninni eina sem við erum ábyrg á er að vera fucking hrædd og vitlaus þegar við erum hrædd. Og því að við grínlætum allt þetta dæmi, við ríkisstjórnir fjárfestum í fucking bóluefnunum, skilu, því að við vorum all hrædd og vissum hvað þetta gera. Þar leið þetta voru bara, já, sprutum okkur þessu, já, ok, það er í rauninni ekki búin að testa almennilega, því það er ekki hægt að testa almennilega á svona stundum tíma, skilu, og í rauninni kemur út að þetta virkar ekki eins og raskat, skilu, og það búið að koma í ljós að bara testferlið var ógeðslega fucking spotti líka og það var allt við þetta bara var slæmt. En svo virkaði þetta fyrir suma, skilur, svo virkaði þetta fyrir þennan aðila og þessi aðili hafði það betur, þessi aðili lifði af. En var það út af sprautinni, var það ekki út af... Það er bara málið, maður veit ekki neitt, sko. En það er bara málið, skilur, þú veist, ég held líka að sprautu virka þannig að þau geti ekki virkað fyrir alla, virkað fyrir flesta, skilur. Það er svona, já, good enough, skilur, en fuck maður, þetta er bara svo... Ég nenni ekki einu svona að tala um þetta, þetta er svo ógeðslega flókið. Við þurfum eina klippi hérna sem við prediktum næsta COVID, sko. Það verður, ég held að það er kalla... Það verður borgarastyrjöld í bara öllum löndum ef það verður aftur COVID, sko. Ég held að verður hrun áður en það verður COVID, sko. Það er hrun. Það er eiginlega hrun að gerast núna út af COVID, sko. Tveir bankar búin að feila í Silicon Valley, sko. Það er löngu komið hrun, sko. Aha. Já, fyrir svona ári ykkur, það er allt... Það er niður sveifla, eins og maður segir. Já, en það er ekki 2008 hrun, sko. Vil ég fara í þetta? Verðbólga er 10%. Öll hlutabréf eru niður 30-40% og minnstallagi, sko. En hagspáin er allir lagi. Bitcoin er komið í 20.000. Já, vextin er að lækka samt. NFTs eru niðri. NFTs. Herri, strákar, við skulum ekki tala út raskat um okkur ykkur sem við vitum ekkert. Við vitum náttúrulega ekki neitt. Líka, ég held að ég líka vil ekki hafa pókast þegar við tala um þetta shit að öllu. Af því að þú veist, mér langar ekki að tala um COVID og hvað það var mikið stúpid af því að ég veit að það eru fjölskyldur að núti sem að mistu ástfínu og hvað þannig og þú veist, við höfum enga rétt til að segja hvort að Alma, Víður og Þórður hætti ekki rétt að ákvörðun, skiljur, af því að við okkur langaði að fara að djamma, skiljur. Nei, Jimmy frekar, sko. Já, Jimmy, það var svekka að missa Jimmy, sko. Ég náttúrulega bjóð til Jimmy þetta niður í stúdíói, sko. Já, þetta er alveg galið koncept, sko. Við getum farið lengra út í þá umræðu, en... Þú gerði það alveg. Ég gerði það, sko. Ég opnaði Jimmy þetta niður, sko. Já. Hvað skýrði þér það? Hvað skýrði það? Fuck Þórólfur, eða?
Ég skýrði það ekki neitt, sko. Já, ég man eftir tíminum. En finnst ykkur svona, sorry, þetta loka COVID-spurningi. Góðum að. Það kemur ykkur vírus og það fullt af fólk sem deyr. Já. Þetta gerist aftur núna kannski. Finnst ykkur bara réttlátt að má bara loka ykkur inni? Bara þú mátt ekki fara úr landi, þú mátt ekki fara út úr búð. Þetta er alveg máli, sko. Þetta er í rauninni er þetta hrætt fólk að taka, ólógískar ákvarðanir út því að þau eru hrætt og fólki sem er yfir þeim eru hrætt og fólki sem er undir þeim, sem er þjóðin, skilju, í rauninni, er hrætt. Það er allir hrættir, þannig að enginn að taka logical decisions hérna, skilju, og þetta var bara eitthvað svona freak dæmi. Þetta er bara eitthvað stjórnmálafólk. En málið, við vitum ekki hvað hefði gerst ef við hefðum ekki gert þetta, ef við hefðum ekki haft neinar tilslakanir. Og horfa á Svíþjóð. Já, en við erum ekki Svíþjóð. Við erum svo sannlega ekki Svíþjóð. Sko. Við erum með hræðilegt bara heilbrigðiskerfi. Ef að Landspítalinn hefði bara gjörsamlega bara staðið undir þessu. Hann hefði aldrei staðið undir þessu. Já, hann er ennþá að jafna sig núna, sko. Já. Er það afsökun fyrir að loka öllu landinu? Ég veist, ímyndaðir ef að þú... Og svo gekk það ekki eins og upp. Ég veist, ímyndaðir ef allir eru í öndunarvél og svo lendir ykkur í bílsleysi og það er ekki hægt að sinna honum af því að allir COVID-sjúklingarnir eru í öndunarvél. Og allir læknarnir eru busy eða orðnir fucking með hvað heitir þetta, fucking kulnun í starfi og það getur enginn sinnt manneskinu sem er að fá hjartaáfall. Þannig bara að segja, COVID gerði það. En svo líka lendi mjög náskyldur ætti ekki minni því að krassaði rúta og hann fekk ekki sína aðgerð og það endaði mjög illa, skilur. Nákvæmlega, út af COVID? Já, nei, það krassaði bara rúta og þetta var eftir COVID. Já. Og þetta var bara fullt af túristum. Já, meinur bara heilbrigðiskerfið sjálft. Það var bara nóg. Já. Við getum ekki bara kent heilbrigðiskerfinu að það má loka landinu, sko. Nei, þú veist, þetta er bara, málið er, þetta er ekki að kenna einum neitt hérna. Þetta er svo margir þættir. Fólk við erum manneskir og við viljum geta sett sökina eða ástæðuna á einhvern eitt hlut, það meikar sens fyrir okkur. Já, því að við höfum ekki skilning. Við höfum ekki skilning til að fatta, já, það eru pólitískar ástæður hérna, það eru heilbrigðislegar ástæður hérna, það er samfélagslegar ástæður, fjárhagslegar, samfélagslegar. Við getum ekki tekið alla þessu hluti einu, sko. Við hugsum bara hvað við sjáum og ímyndum ykkur, setið það bara sinnum 350.000 manns. Hversu mikil hrærigrautur þetta verður? Satt, mjög satt, sko. Við ættum eiginlega bara að sleppa þessu. Já, on to the next one. Fyrirfram afsökunum beinir. Herru, og það er nýi liðurinn sem ég ætla að innlega. Sorry, eitt yfirbót. Væri til í Rebel núna, bara fólk myndi fokka bara stjórnvöldin niður og við erum bara free country. Nei, alls ekki. Ég var til í það, sko. Alls ekki. Þú náttúrulega, þetta er eitthvað sem ég er nýbúin að kynast með þér, er að þú átt erfitt með að láta fólki segja þér hvernig þú átt að gera hlutina. Það er bara svona... Þetta er galið, sko. Einhver eina frendið, bara einhver út af hann með skegg og hann er 20 árum eldri en þú, hann fáið bara að segja þér að þú gera eitthvað, sko. Já, ég skilji alveg, ég skilji. Og við tökum því bara. Hérna, ok, ég veit ekki hvað ég ætla að kalla lið, en Arnór, ég er búinn að sitja, tengja mig við the stuff, og það er basically það. Ég ætla að kalla þetta, já, my favorite, oh my god, herru, nei, núna taka þetta niður, ekki alveg strax. Geggjað, köttum þetta. Já, ég veit ekki hvað ég á að kalla hana lið. Þú gefum tíma til að kötta það? Hæ? Arnari. Já, ok. Hann rættar þessu. Hann rættar þessu. Ok. Já, sko, ég ætla að kalla það bara Alex's favorite TikToks. Ok, ég fíla það. Ok? Það er eitthvað fucking Hogwarts shit hann inni, sko. Sko, ég veit það ekki alveg, sko, ég er búinn að gera lista hægt og róla, en... Ok, erum við að fara að reacta? Já, þetta er basically við að reacta við mínum uppáhalds TikTokum. Gæðvikt. Já, þetta er næst. Elska. Ok, við ætlum að byrja á einu reeli frá Instagram sem ég man ekki hvað var, en við erum bara að fara að keyra í gang. Ok, eitt þannig, ef ykkur finnst eitthvað ekki fyndið, en þið þurfa að hlæja, tæmið magan alveg öllu lofti. Viltu tengdu þið í dæmið? Hörðu þið sem sagði það? Ég var að kenna ykkur að hlæja. Hæ? Ef þið viljið hlæja einhverju, þetta er ekki fyndið, þá þurfa að tæma alveg magan og anda bara gett hratt út. Ok, það kemur eftir. Ok, Alex, þetta er ekki allt haha, sko. Þegar ég tek Hogwarts. Tengdu þið í Bluetooth, ég er að connecta við þið hérna. Get ég, ok, nice. Rodecaster Pro. Já, Bluetooth, Rodecaster Pro. Augnablik, býta. Ok, það komið. Nice. Ok, ég ætla bara... Þú eru að fá hljóð í Rodecasterinn. Þannig að ég geti lækkað því hérna... Ok. Er þið tilbúin? Yes. Ok. What if there was a song that started off like, Hey grandma, I'm gay. Was gonna wait till you were gone, but you just won't pass away. Surprise, I'm gay. What if there was a song that started off like, Hey grandma, I'm gay. Was gonna wait till you were gone, but you just won't pass away. Surprise. Já. Ok. Þetta var gott.
Sko, ég veit ekki alveg hvað ég hugsaði þegar ég hugsaði þetta, en ég bara svona, ég spakkur látið, ég sá þetta, sko. Núna því ég horfa á þetta, það er bara svona, þetta var eitthvað. Þetta er mjög gott, gott beat, sko. Og líka, þetta er náttúrulega verið að gera grín að Charlie Puth, hann er alltaf bara what is a song like that started like Já, hann er að gera svo mikið af þessum vídeum og ég bara, mér fannst svo skemmtilegt að sjá einhvern annan vera að gera þetta og taka svona fyndið take á. Anyways, on to the next one. Let's go. Slögbyrjunum, við heldum að það er TikTok. Ok. Já, tjekka á þessu. Ear cleaning headphones have people very divided. The device is from medical startup Safcan Health, and it's received a whopping $8 million in funding this month alone. It works by shooting liquid from the top containers towards the walls of the ear canals to break the wax down. Continuous microsuction then draws that earwax and liquid back through the ear tips and into the bottom waste container. It's worth noting that if you ever wanted to try it out yourself, they'll set you back a whopping $2,700. The question is, do you find this satisfying or disgusting? Ógeðslegt. Hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, ég var alveg til að hreinsa eyrnamerkin, sko. Maður veit ekki hvað maður er með mikið að inni, sko. Það er málið, sko. Lítur að vera, það er trending soon, sko, að hreinsa eyrun. Þú veist, hafið þið verið með AirPods og þið takið úr og það er bara eitt feitur klumpur á þeim. Já. Það hafði allir lent í. Hafið smakkað hann svo? Nei, ertu frá þeirra? Þannig þrýf ég AirPods og ég er svona alveg, sko, ég er alveg mjög anal á þessu. Já. Því að ég er bara svona, ég hreinsa eyrun mér reglulega, mér finnst ég aldrei náði almennilega. Hvað gerir? Notar eyrnapinna eitthvað þannig? Ég nota, Það eru margir sem segja að ekki að nota eyrnapinna. Ég nota svona hárspöng, þannig að ég get skafað meðfram. Það er ekki gott, sko. Það er hættulegt út, þú þú getur rifið himnuna, sko. Já, geggjað maður. En ég er bara svona, út ég meik ekki hafa neitt fucking earwax sko, málið, þú átt ekki að nota eyrnapinna inn í, þú veist, eyrað, fattur þú? Hvað þá einhverja hártegju, sko, eða eitthvað þannig? Einmitt. Eða hár hérna spöng. En ég er bara svona, út í málið, ég meik ekki, út í ég er alveg bara mjög hreinláta gæi, ég meik ekki að sé bara eitthvað draslan inni. Og ég sé nokkra svona vörur og ég bara svona sá þetta, ég er að fara að kaupa þetta. Ég er að fara að kaupa þetta. Og ég sá líka svona töng, sem er svona mini töng með kameru á endanum. Já. Hefur ekki séð þegar þið fara inn í eyrað og er að skafa? Ég er að fara að kaupa þetta líka. Gauður, hafið samt séð þegar kóngúlar svona fara út úr eyrunum? Já, gauður. Það er ekkert verra, sko. Það er það, sko. En það er svona líka, ég vil vita hvernig það lítur út svo ég þurfa að vita hversu vel ég þarf að take care of it, sko. Hvernig eru þið með eyrun ykkar? Sko, mér líður bara eins og líka minn sjá þetta allt, sko. Ef þú ert heilbrigður, skilur, og ert svona frekar með mikið hreinlæti í gangi, að þá sjá hann svona að mestu leyti þetta. Að setja svona hydration á húðina. Já, ef þú setur CeraVe-krem á augun, að þá er þetta í góðu, sko. Herri, on to the next one, maður sjá. Gauður, ég held það líka, sko. Eða ekki? Ég ger þetta líka, sko. Þetta er bara við að reyna að sannfæra okkur að við séum að gera alltaf rétta, sko. Nei, ég var alltaf með eyrnapinna og svo átti það að vera vond og ég var alltaf svona með mér, finnst það smá skeri. Ég fæ illt í eyrun að nota eyrnapinna og ég fekk eyrnabólgu einu sinni eftir það, sko. Það fokkaði mér upp, sko. Það byrjaði bara að leka blóður eyrun á mér, sko. Ég er hættur að svona semmi þér í eyrun, sko. Góð strákur. Gera svona inn á mitt. 25 gift. Góð strákur. Davíð, kom takkana maður. Herri, sorry, þetta var orð. Herri, by the way, já. Ok, ready, næsta. Næsta. Ok, þetta er, ég er búinn að sjá nokkuð svona, þetta er sami gaurinn að gera sama hlutin og mér finnst það fucking hilarious, sko. Right now, if you Sin City. You gonna work on a beat or what? You gonna start singing? Actually, Oh my god, sko. Please stop. Bro, please stop. Please stop. 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 Stop, bro. Why are you giving me the light skin stare? Það er svo svipa óþægilegt og nýja prepparinn vídeóið þitt, sko. Já, þetta er sama soundið, sko. Já, það. Ok, strákar. Ég var að gera þetta út fyrir því, mér fannst þetta svo fucking fyndið. Mér finnst þessi gaur líka bara mest að Hvað það er með símaðin? Hvað hérna, nú ætlum ég að gera eitt. Nú ætlum við allir að taka okkar hérna light skin stare. Nei, gaur. Arnar byrjar út, hann vill ekki gera það. Ok. Tilbúinn? Ég er ready. Tilbúinn? Kamerun á Arnar? Það velja þessu, sko, bara frá byrjun. Ok, Arnar, hvað er með besta light skin stare sem þú getur? Ok. Fyrir það sem að hlusta, ég mæli með að horfa þig núna. Þú voru að horfa í kameruna! Voru að horfa í kameruna, ekki í senn. Retake, hann horfa á skjáinn.
Horfðu í kameruna. Þessi, hana? Já. Ok. Fólk hvað það samt bara kólrangi að það skála. Þetta óþægilegast sem við gert á podcastinu. Ég elska það. Ok, tilbúinn. Arnar, góðum við það. Ég sjá eftir þessu morgun. Góðum, beint hana. Ok, Davíð. Þetta þarf að vera sko, gef mér 1 sens yfirbútt, 1 sens yfirbútt. 1 sens, ok, 3 takes. Þetta sé þetta sensi sko, við fáum bara 1 sens. Nei, þá er þetta félagið. Vító. Já, Vító. Ekki sens. Tilbúinn. Find a ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't. Þessi var góður sko, þetta var flott. Horny? Já. Yes. Á, ég taka. Oh my god, já. Fuck man. Þetta er óþægilegast sem við hefum gert sko. Shit, ég er alveg bara minni illt í nakkarum mínum. Ég veit að, en það er, við erum að fara út fyrir það endur og það er þessi skiptum máli. Ok. Tilbúin í það? Ég er ready. Þetta verður svakalegt sko. Find a ways to I'm going through. I just can't say Þetta virkar svo allt og vel sko. Oh my god sko. Cause I love you. Oh fuck, gaur. Sko, þú ert að koma eftir Davíð. You're pregnant right now sko. Shit sko. Ok, herru Alex. Gangið vel sko. Þetta, já, ég tók hennar alla leið sko. Ok, Alex, let's go. Þú verður að gera á droppinu sko. Ok. Find a ways to articulate. Wow, okay. Say I don't love you. Yo, with the wink. Ég trú ekki að gera þetta, við erum bara að kutta þetta segment sko. Nei, þetta er besta segment sem við höfum nokkuð tíma gert. Ég er aldrei liðan óþægilega Oh my god, ég er svo stoltur af ykkur stafgar. Þetta var svo gott sko. Herri, já, þetta var frábært. Yfir í næsta. Þetta segment sko, þetta. Traumatizing. Já, við þarfum alveg að taka mínútu bara til að jafna mig sko. Já, en stráka, þetta var samt, þetta var gott sko. Þú byggjum mér að klippa þér sko. Þú varst gett fucking sexy, þú varst svona að æfa þetta heima sko. Þú varst svona að æfa þetta heima sko, þú varst alltaf sexy. Var ég slæmur, var þetta ekki nóg gott? Þú varst geggjaður. Nei, þú varst ógeðslegur. Gauður, ég var alveg bara, fyrsta sem ég hugsaði var bara, damn, sexy bro, sko. Fyrsta sem ég hugsaði var bara, nei, gauður, don't do it. Mér finnst þið allir bara vera ógeðslega sætir, sko. En það, gauður, mér finnst þú fucking heitur, sko. Svo Alex var fucking heitur, en gauður, kemur eftir þessu, sko. Davíð er the ultimate risk king. Ég var, sko, þegar ég lét Arnar gera þetta fyrst, þá var ég bara svona, fuck, nú þarf ég að gera þetta maður. Já. Sko. Ég verð bara að fara full on í þetta, skilur. Þú hafði þetta svo minimalist og gott, sko. Ég var að hugsa um TikTok eitthvað hérna. Ég var að reyna að vera natural, sko. Vel gert, þú tókst það. Þú ert risk king. Takk, strákar, takk. Þetta er light skin risk. Ég er endur ekki light skin, ég er með svo fucking mikið brúnkukrem, sko, fyrir edduna. Nei, þetta er bara... Allavega. Herri, við hefum kortir eftir að þættinum og við þurfum að rúlla yfir edduna. Hvert er að rúlla? Halda segmentunum í Háskólabíó, í edduna. Nei, hvert er að rúlla, segir þú? Hæ? Hvert er að rúlla? Hvert er að rúlla, segir það? Edduna. Ég veit ekki hvað takkir í það hann. Ok, klárum segmentið. Ok, ready? Já. Arnar, ertu... Gauður, þú varst að taka hljóðið af Arnar. Hæ, nei. Mitt hljóð. Nei, það er ennþá inni. Mitt hljóð, mikrofóninn. Nei, þú er góður. Nei, ég er ekki góður, ég heyri ekki sjálf mér. Þú ert uppi, sko. Já, sorry, svona, komið. Ok. Þetta er í rauninni bara fyrir mig og Davíð. Ok. Klæja maður. Ok, sérst fyrir þá sem við veit ekki, þá er þetta introið á White Lotus sem er svo skemmtileg þáttur. Já. Skemmtileg þáttur sem ég hort á lengi. Hann er magnar, hann áhugaverður, hann skoðar the human experience, hann skoðar hvað er að vera mannlegur. Ég elska hann. Og Arnar, þú verður að horfa á hann. Ég byrjar að horfa, sko. Það? Ég sagði ykkur að fyrir svona 4 þáttum. Ertu að fíla hann? Já, hann byrjar að horfa á hann út í Ohio. Þetta er bara fyrir mig og Davíð. Já, út í að þú ert ekki múin að sjá hann allan. Út í að þú ert ekki múin að sjá... Ertu búinn með seríu 2? Nei. Seríu 2 er... Þá er þetta alveg fyrir, þá er ekki að skilja út. Fílar seríu 2 betur heldur en eitt? Góð spurning, maður. Mér finnst meira spicy shit í henni heldur en í fyrstu. Ég sammálaðir. Hún var æstari, hún var líka meira action. Já, meira svona pör og kynlíf og eitthvað svona vændiskonu og eitthvað shit. Crime og eitthvað. Já. Herri, on to the next one. Næsta. Kíkjum á þetta.
Oh, the hike to the Hollywood sign was supposed... Byrju, síðan tengjum aftur, sorry, my bad. Það köttum þetta aðeins hana. Ég veit hvað að koma, þetta skemmtilegt. En byrju, eitt þessu? Nei, ég ætla ekki að vera skæði. Jú, varstu ekki með að taka ábyrgð að setja Mike og Myndól Arnar eða? Alveg rétt, já, við erum búin svo busy, maður. Það alltaf saman saman. Já, það er allt saman. Þetta er ekki lengur excusable. Nei. Þetta busy bara hvað að prioritize þessar stráðar, þið þekkið það. Já, við erum ekki að prioritize Arnari og það er ekki í lagi. Nei, alls ekki. Kannski langaði að hún að vera í mynd í dag. Það er samt að sjáta þetta Arnaldur Ólafs núna. Akkur lít svona vel út? Ég? 25 gifted right now. Og get self-centered. Akkur lít ég vel svona vel út? Ég veit það ekki, ég bara vaknaði svona. Hvað er í gangi það? Já, ok. Er þetta komið? Þarna erum við. Ok. Nei, kallinn. The Hollywood sign was supposed to take half an hour. I got lost like 6 times. And here I am at the top of the sign after 3 hours. So I learned one thing in this journey. When obstacles interfere with the progress and goes into your way, the obstacle becomes the way. If there's a will, there is a way. So never give up, keep on going. Even though you face difficulties, keep on going because you will reach to the top and then you will enjoy the view. Ok, sko. Já. Það er margt sem ég langar að snerta á þetta. Fyrst sem ég langar að snerta á er að það er ekki svona flókið að fara upp á Hollywood. Ég held að það sé bara Apple Maps, bara straight leið. Fyrst sem ég hugsaði var bara, er hann ekki með Google Maps til að komast á réttan stað? Það er fyrst sem ég hugsaði. Svo var ég líka að googla, sko, það er obstacle en ekki obstacle, sko. Það er ekki obstacle? Já, einmitt. En skiptir ekki málið? Bara málfræði, við getum allir búin að virðingu fyrir málfræði. Okay. En svo hugsaði ég líka bara svona, ok, þú veist, þetta hann er að reyna að búa til motivational content. Já. Og við talaðum um hann í Twitter ná það sem að vera shit á hann, skilur við, talaðum um hann sé Beggi Batman eitthvað svona dæmi og komið svona neikvæð feedback á hann. Hvað tónlist var þetta? Það var held ég Batman tónlistin. Þetta var Dark Knight tónlistin. Já, þetta var Dark Knight tónlistin, þannig að hann Respect. Já, einmitt, geggjur tónlist. En hérna, já, hann hefur þurft að díla við mikið criticism og ég er svona, mér finnst hann, ég skil hvað hann er að reyna að gera og ég pepp hann fyrir að reyna að gera og því hann er að reyna að hafa góð áhrif með því að koma með eitthvað svona motivational speeches, skilur en fyrir allan eins og mig, þá er ég bara svona, ég horfa á þetta þannig að hann að hæka upp á Hollywood sign og hann týndist, skilur þú veist, sem Eða hringi í hana? Já, skilum heyri hann. Við erum með Begga á línunni hérna og ég bara svona, þú veist, og þannig hann að reyna að snúa í eitthvað sem var bara svona eitthvað fyrir honum sem hann áttu erfitt með það er að komast á Hollywood-skiptinu og hann langaði svona deilaði með okkur og verða að gera eitthvað inspiration úr því og ég var ekki inspired en ég dyrka samt Begga og ég peppa hann hvað hann er að reyna að gera. Já, við erum Begga Ólafs fans, sko. En ég verði að vera bara hreinskilinn með að ef mér finnst þetta ekki vera nógu gott content, skilju. Nei, kannski ekki. Ég er að fara upp á Hollywood sign núna, sko. Hvað sér ég? Ég er að fara að hoppa á Hollywood sign. Ég er frá Tínast. Já, einmitt. Ég er að fara upp á Mount Everest eftir þetta, sko. Ég er bara... Einmitt. Here you go, boy! Yes, sir! Og ég líka bara hugsaði bara svona, þannig finnst honum ógeðslega skemmtilegt að fara á Hollywood sign og það er eitthvað sem hún svo cool, hann er í LA og gera eitthvað svona dæmi. Býður hann þar, eða? Ekki hugmynd, sko. Já, hann er í doktorsnámi í Kaliforníu. Bara geggja W, sko. Í Claremont University. Það er risastórt, sko. Það er geggjað. Það er fucking vel gert hjá hann. Mega respekt. En ég er bara svona, ég veit ekki, ég er bara svona, ég cringe alltaf því ég sé fólk vera að búa til content sem á inspire en í rauninni er að bara gera þvert á móti. Og ég held líka bara að fólk sem hefur séð þetta endurspegla líka mína skoðun. Út í að ef þú sér líka tölfræðin, ég veit ekki hvort þú tók eftir því, að hann var með fleiri share heldur en like, fattur þið, sem þýðir að fólk er að senda þetta á milli sín. Fleira tala um þetta heldur en að like þetta. Já, tala um þetta og gera grína þessu. Líklega að gera grína þessu. Nei, ég held að það sé upp á fólk villist ekki, upp á leiði Hollywood. Sko, ok, ég ætla að koma með annan pól á það. Hvað er með það? Beggi er að prófa alls konar mismunandi leiðir til að mótivita fólk og prófa leið til að búa til content. Og ég fagna því að hann er actually að gera eitthvað. Hann er proaktífur. Já, hann er að gera eitthvað og sjá hvað virkar ekki. Vonandi sér hann það fyrr heldur en seinna. Já. En hann er allavega að gera eitthvað, frekar hann að gera ekki neitt. Já. Og þú veist, maður verður að setja svolítið bara virðingu á það, skilur. Hann er allavega að gera eitthvað, þó að það sé ekki endilega að hitta eins vel og fucking, ég veit ekki hvað, Jordan Peterson eða eitthvað annað sem að svipaðir svona sálfræðingar er að gera. En þú veist, ég trúi því að Beggi muni finna sinn farveg í þessu öllu, búa til gott content sem að hann ræður við og hentar honum. Já. En þetta er allavega, þú veist, mér sýnist þetta ekki vera það, en hann mun örugglega ná því einhvern tímann. Sko, þetta er, ég get ekki dæmt hann, því að ég var alveg á vitlausa leiði líka einu sinni með content, sko, Já. og ég hefði verið tekinn fyrir hérna, sko.
Ég að segja það, þetta að mínum að þetta horfum ég á það sem constructive criticism að það veit allir hvað þú reyna að gera, þú reyna að gera góð hluti en þetta content ekki að skila sínu, þetta rauninni bara meira kjánlegt fyrir en inspiring, þannig að gerðu betur, leiðu meira emphasis á að búi til betra content eða þér langar að inspira fólk Já, og ef ég þekki bara svona Becca Ólafs á netinu eins og ég hef séð hann bara, þú veist, þá ég viss að hann mun bara taka allri gagnrýni vel og hann mun bara koma sterkari út og gera miklu betra stöf í framtíðinni, sko. Ég sammála. Við peppum Becca, sko. Já, ekki spurning. Herri, on to the next TikTok. Let's check it. My daily morning walk in North... Huge. Er það tilbúin að? Já. Okay, my daily morning walk in North Korea. Korea. Very quiet and calming. Wow. Þetta Norður Kórea, strákar. Shit, maður. My daily morning walk in North Korea. Þetta insane. Hver að posta þessi? Er þetta einhver social media manager hjá Norður Kórea? Það það sem merkilegt við þetta. Það enginn með, það samfélagsmiðlar ekki leiðir í Norður Kórea. Okay, það the conspiracy, sko. Það talað um að þetta sé ríkisækið, sko. Að þetta sé verið að reyna að búa til 100%. Jákvæða mynd af, þú veist, tyranny, skilur, sem í Norður Kórea. Og þetta átt að vera gott myndband. Þetta að segja þetta átt að vera gott myndband. Þetta á að sína eitthvað jákvætt við Norður Kórea. Það eru seríur af þessum myndböndum. Við getum farið yfir það, sko, eða seinna bara, og eða hlustendur eða áhorfendur geta skoðað sjálf. En þú veist, það eru mörg svona vídeó sem það bara að vera, já, Norður Kórea, allir eru hamingsamir. Og maður bara this looks and feels weird. Já. Bara með leiður hættar í korta þá bara byrjar að svipa fólki bara og fucking henda þeim í einhverja kofa, skilur. Basically, sko, og þetta er bara svo fyndið út því að þannig er einhver ríkisstjórn að reyna að vera bara everything's fine here út því að vita að TikTok er búin að explóta sem plattform þannig að þeir reyna að nota plattformi til að markasetja sjálfa sig. Já, nákvæmlega. Pældi í hvað er áhugavert, sko. Þetta er mega áhugavert, sko. Það var líka allt við þetta vídeo. It feels wrong. Weird, it feels so weird, maður. Þetta er bara, og líka, pældi bara búa í Norður Kóreu. Pældi hversu fucking surrealísku staður þetta er. Hafið þið hlustað á Joe Rogan podcastið með stelpuna sem að slapp frá Norður Kórea? Já, ég hlustaði smá. Við þurfum að fá hann til okkar. Já. Joe, ef þú ert að hlusta, velkomin. You're always welcome, Joe. Já, on to the next one. Ég var sem til að tala við meira um þetta tækifæri, sko. Veitu þið munin á Joe Rogan og Dana White? Hæ? Hvað er það? Veitu þið munin? Eitthvað með að berja konuna sína, sko. Nei, ok. Þetta er bara að vita hann, svo. Hvað með það? On to the next one. Ok. Wow, ég left you hanging. Ég hefði gott að gera það. Ég hefði að leifa að fara hennan, sko. Ok. Herri, þetta var endurinn, sko. Gætt. Ég þarf eiginlega samt að double-checka hvort ég hafi verið með fleiri vídeo. Ég var ekki með þetta lista hérna, sko. Þetta er góður liður, Alex. Ég vill að þú takir hennan oftar, sko. En það er ekki símum. Ég er að passa að ég sé búin að vera... herri. Já, nei, það er eitt vídeo. Eitt viðbót, ok. Hækka það. Já. Fantastic. All right. Má maður alltaf pabbi hérna? Fantastic frame. You look charmingly dishevelled in the best possible way. Welcome to the Broadcast Awards. Burnt orange is popping. You're ready for an event and the mountains. I love it. Fuchsia dream. Well, thanks. I'll come as Peppa Pig. You look calm. Calm but powerful. So that's the biggest, most genuine smile that's come through the door. Congratulations. I'm the Broadcast Awards. I'm loving the camel. You're a wonderful explosion of animal print and sequence. It works. Welcome to the Broadcast Awards. Nobody's going to recognize it. I got no idea. I don't work here. Okay. So That's all right. Every indication would be that I do. You look confused but ready for fun. It's a good combination. Oh, good shoulder drop, madam. I saw that. It's like Ricky Hatton in his prime. Oh, I love you. You and your silky hair and your genuine smile. Get out of here. You have an obvious farm boy strength beneath the suit. The hair is falling magnificent. You know it is. Here we are. And here we are. It's like a guide dog. I should disturb you when you're on duty. Got some girth on you. Best compliment I've ever read. Ok, ég ætla ekki að hafa þetta vídeo langt, en hafið síðan að gera TikTok? Nei. Já, ok, sko, fyrir mér er þetta besti TikTokerinn í heiminum í dag. Í alvörinni? Wow. Því að ég held að sé uppistandari, sko, þessi gaur heitir hann heitir Troy Hawk. Ertu búinn með TikTokina? Já, TikTok er búinn. Og þessi gaur sem sagt, hann fer bara, contentið hans er þannig, hann fer á mismunandi staði og hrósa fólki á bara besta mögulegan hátt heimi. Þessi gæi er ekkert eðlilega eloquent þegar kemur að málfari, sko. Hann er ótrúlega góður að tala og hann er ótrúlega góður að hrósa. Og veist, eins og við sáum það í þessum vídeói, þá er hann bara að hrósa fólki svo magnað vel, bara með geggjum orðaforða. Og og ég er bara svona, ég dyrka þetta er svo jákvætt, þetta er svo uppbyggjandi og hann er bara besta væp í heimi. Ég dyrka henni gæi og ég dyrka þetta
dýrka þetta efni sem hann er búið til út, þetta skilur mann eftir þegar maður er búin að sjá það, maður er meira jákvæður. Ég veit það, þetta sýnir bara hvað, þú veist, ein manneskja getur bara gjörsamlega umbreytt öllu umhverfinu sínu, bara með, þú veist, nokkrum orðum, hvernig þau eru sögð og í hvaða tón og allt þannig. Algjörlega. Þetta er magnað, sko. Og þetta var ekki besta vídeó hans, ég mæli með að fólk skoði á TikTok bara hann fyrir utan Tesco, bara hrósa fólki og hvað það gerir mikið fyrir þig, skiljið. En eigum við ekki að vera mættir eftir korter, eða? Jú, við erum að drífa. Þeir eru mættir, þannig að, hérna, er eitthvað sem okkur langar að segja áður en við hverfum með það? Eitthvað flex, please. Takk fyrir að hlusta. Herri, já. Nei, við getum ekki flexað meira. Ekki meira, en já, væntanlega, hvað er okkur að taka hérna? Þetta er bara outro-lagið okkar. Okay. Besta lagið, já. Er þetta White Lotus? Intro og outro-lagið okkar. Er þetta White Lotus? Já. White Lotus. Þetta er að skipta allt í einu intro-lag. Nei. Já, við erum að gera. Ég segi þetta frekar. Kannski, við getum gert eitthvað variation að þessu setna. En allavega, við ætlum að klára Arnar ekki sátt Við verum okkar, þetta er White Lotus-lagið. Þetta er ekki fucking okkar lag. Þú sér þættina á þetta eftir. Allavega, takk fyrir að hlusta og ekki gleyma að fara á Instagram og hitta eitt subscribe-button því að við erum að adda í Close Friends bara upp á gamanu. Við erum að setja ykkur sexy ass myndböndunum inn. Já, við erum að dæla inn góðu contenti í Close Friends á Instagram. Og kíkja á YouTube líka. YouTube, endilega subscribe á YouTube. Reytið okkar á Spotify og bara allt rastlið. Ok, það er auðvitað enginn sem har hlustað að gera neitt af þessu núna. Ég gera það ekki heldur, en please gera eitthvað af þessu, því að það munar. Takk fyrir okkur, við sjáumst.